Velkomin aftur í föstudagsþáttinn á N4. Nú það 100 ára afmæli Kvenfélags Akrahrepps og þær eru komnar til mín, Sigríður og Helga, velkomnar. Takk fyrir. 1919 þá datt konum í Akrahreppi í huga að stofna Kvenfélag, 20. desember. Já. Þið eru aðeins búin að vera að spá í af hverju þessi dagsetningu, vitið eitthvað? Við vitum ekkert það. Nei. Þetta afar sérkennilegt að efna til félags að stofna félag í skammdeginu. Já, rétt fyrir jól, Rétt fyrir jólin. Haus þá. Já. Já, og eins og samgöngurnar voru. Já, þær hafa ekki kallað allt ömmu sína þá. Nei, það gerði þetta. Og þið eru búin að halda einhverja veislu það ekki? Jú, Já. við héldum veislu fyrir alla hreppsbúa. Já. Já. Hvenær var það? 28. ágúst, Já. var það ekki? Nei, 2005. 25. ágúst. Já, og var vel mætt. Já, og buðum til þess kvenfélagskonum úr öðrum kvenfélögum í Skagafirði til að gleðjast með okkur. Auðvitað. Og þetta var bara mikil hátíð í Héðinsminni og að sjálfsögðu hnallþórur og gott með kaffinu. Í boði kvenfélagskvenna. Já. Erum við að tala upprúlaðar pönsur og náttúrulega rjómatertur. Og rjómatertur og brauðtertur. Afmælistertan var svo frægasta. Já. Hún var 1 metri á lengt. Vel gert. Alveg æðisleg. 1 sentimetri fyrir hvert ár. Já. Var hún bökuð í mörgum blötum og sett saman? Já. Sigríður var eina af þeim sem sáum hana, hún var alveg frábær. Já, þetta. Efast ekkert það. En Helga, hvað ert þú búin að vera lengi starfandi í kvenfélaginu? Ég gekk í kvenfélagi 1957. Já. Og hvar varst þú stödd þá í lífinu? Þá var ég nýlega byrjuð að búa. Já. Komin með börn og... Eitt barn þá. Já. Og ég bjó á Frostastöðum. Já. Sko í 29 ár. Já. Og svo flutti ég mig yfir í Varmahlíð. Já. Þá var ég komin í annar hrepp. Já. En það skipti í engu máli. Ég á allt mitt andlega samfélag í Akrahreppi. Já, þú fer aftur, þú skiptir ekkert kvenfélag þó þú færir set. Nei. Frálegt alveg. En það kannski ekki svo langt að fara. Nei. Og hvað nú svona sem stendur upp úr svona, kvenfélag náttúrulega ótrúlega mögnuð félög sem alltaf að gera eitthvað gott. Já, það náttúrulega þjónusta við samfélagið. Sem betur fer þá höfum við átt í lánafagna að kvenfélagið okkar virkur þáttakandi í samfélaginu. Já. Tekur þátt í ýmsum atburðum og sinnir þjónustu. Þú sagði mér hérna fram með áðan skemmtilegt, þú varst 10 ár sko Já. Í sveitinni án þess að fara í kvenfélagið. Segðu okkur aðeins frá því. Ég var búin að búa í sveitinni í rúm 10 ár og komin með 3 börn. Og ég var fann að skammast mín fyrir það að taka ekki þátt. Vera bara þiggjandi. Já. Í þessu. Mæta á jólaböllin. Já, og í réttarkaffið og annað. Þannig að samviskan svona bauð að ganga í kvenfélagið. Samviskan gerði það, sannarlega, og ég sé ekki eftir því. Já. Og hvað ár var það sem þú gekkst? Það var upp úr 80 sem að ég gekk í kvenfélagið. Já. Og hvað svona, þetta náttúrulega reglulegir fundir, kannski mánaðarlegir eða hvað? Nei, það nú ekki svo mikið. Það svona 3-4 á ári eftir ástæðum. Já. En það er náttúrulega fyrst og fremst í veitingasala. Já, það svona ykkar... Já, við höfum nú tekið þátt í gönguferðum. Svona verið að reyna að hafa svona fyrir konurnar eitt og annað. Já. En námskeiðahald tilheyrir fortíðinni? Já, það eiginlega... Komið á aðrar hendur? Já, það komið á aðrar hendur, það alveg sett. Já. En til dæmis sér kvenfélagið allar erfisdrykkjur. Já. Þegar hreppsbúar eru kvaddir. Já. Og ennþá jólaballið eða hvað? Og jólaballið, já. Ennþá, að sjálfsögðu. Og svo verðum við nú að sýna þennan kostagrip. Þið gáðuð út ekki fyrstu bókina, ekki aðra bókina, heldur 3. bókina sögu kvenfélag. Þetta er kannski ekki allt saga kvenfélagsins beint, en þetta er 3. bókin sem kvenfélagið hefur gefið út Næring og nautnir. Já, þetta er afar vinsæl bók. Já, afar vinsæl. Við erum búin að selja hana í 1000 eintaka. Það er hægt að segja það. Það eru uppskriftir, frásagnir og fróðleikur frá konum í kvenfélagi. Þetta er alveg þykk bók. Og hérna erum við með hvað? Þetta er svo fyrsta. Burknar. Já. Og það er afmælisrit 2004. Já.
Er það ekki líka það svona smá saga? Þetta eru frásagnir eftir kvenfélagskonur eingöngu, lífs og liðnar. Frásagnir og skáldskapur. Þegar í flengdi sýslumannin. Er það skáldskapur eða? Nei, það er bara sannleikur. Það er sönnsæða. Þetta er frásögn, hún er elst í kvenfélaginu núna, er það ekki, hún Inga Grund? Jú, 9 ári nýrað, svo sem skrifaði þessa frásögn. Hún er að skrifa bolludaginn. Já. Þannig þetta er Það verið Júlíus Hafstein. Þetta var, hún átti þá heima á Húsavík. Þetta er svona skemmtisögur kannski. Já, og ljóð og vísur. Já, alls konar frásögn. Já. Og fæst hún ennþá hjá útgefanda? Nei, ég held hún sé uppselt. Þessi er rosalega falli hérna, myndin framan á. Þarna eru blómarósir í Blönduhlíð. Já. Þetta er nú frá, hvað haldið þið? Árdögum félagsins? Nei. Þessi mynd er tekin 1967. Nú hvustlags, þetta er bara glæný mynd. Já, nánast, sko, með að við sögu félagsins. Við vorum að koma úr skemmtiferð og vorum búin að vera í þoku og súlda allan daginn. Og svo glennir sólinn sig. Já, þegar við komum niður í fljótin, þá stein sólinn. Og hentustu það út og tóku mynd. Og ert þú á myndinni? Nei, ég tók hana. Þú tókst hana auðvitað, en frábært. Og hér er saga kvenfélagsins, rekin bara út frá fundargerðum. Allt tekið upp úr fundargerðum. Já, og fallega myndir hérna sem skreita þetta. Og sagt náttúrulega frá ymsu sem að upp á kom. Já. Við ættum kannski aðeins að útskýra þetta með Blönduhlíð, því að maður tengir Blönduhlíð kannski við Blöndu ána, en þetta er aðeins skemmtilegri saga. Segðu frá henni. Þessi saga er náttúrulega þjóðsaga, en skemmtilega ég síður. Það er þannig að á Miklabæjarhóll sem heitir Kerhóll og á þessum hól var steinn og í steininu var skál, náttúruleg skál. Og svo kvöð fylgdi ábúanda Miklabæjar að hann skildi ávallt hafa þessa skál fulla af misu til þess að ferðamenn gætt sér á. Og blandan var þá misublandan einhvers konar. Já, blandan var þá misa, kannski blöndu með vatni eða til að þinna hana. Þetta er svolítið skemmtileg skýring á nafninu Blönduhlíð. Já. Blanda var kannski, það var önnur merking í orðinu blanda, þá heldur hún í dag. Nú blandar maður sér eitthvað annað í. En þetta er alveg frábært til hamingju með þessa bók. Er þetta jólagjöfin í ár í Akrahreppi? Já, það hlýtur Akrahrepp og miklu víðar. Og miklu víðar. Já. En það er kannski svo merkilegt hvað þessar konur sem stofnuðu kvenfélagið gerði þetta mikilli vandvirkni því að fundargerðirnar eru svo vandaðar, svo vel skrifaðar og skipulaðar og þær pössuðu upp á fundargerðarbækur. Þetta eru ómetanlegar heimildir. Og ef að þetta hefði ekki verið til, þá hefði ekki verið hægt að skrifa þessa bók. Góð áminning fyrir fundargerðir nútímans. Og það eru núna 5 fundargerðarbækur frá kvenfélaginu út frá Skjalasafninu og þar eiga þeir heima. Og ein er í Héðinsminni sem á eftir að fara út. Já. Bara það síðasta. En svo er gaman að geta þess að þetta er kannski án ábyrgðar 4. elsta kvenfélagið á landinu. Mögulega. Nei, ekki á landinu. Í Rípurhreppi er elsta á landinu. Það er elsta á landinu. Já. Og svo er Sauðárkrókur líka eldri en þetta. Þetta er kannski þetta leyti sem þessi kvenfélög eru að verða til. Byrja að verða til, Þetta tekur kannski einhver áratugi, 20-30 ár að færast yfir landið. Nú er tíminn að hlaupa frá okkur, en 20. des, eru þið búin að ákveða hvað verður gert þá? Við erum búin að halda afmæliskaffi fyrir Hreppsbúa. Við erum búin að halda handavinnusýningu með verkum kvenfélagskvenna. Bara mikla sýningu í Héðinsminni. Ótrúlegt magna af handavinnu sem handverki sem kom þar. Elsta stykkið rúmlega 100 ára gamalt. Já, þið voru að sýna gamla muni líka. Já, bara sem voru í eigu og eru í eigu. Þannig að það er kannski bara búið að fagna þessu alveg nú? Nei, við eigum eftir að fá á afmælisdaginn, þá eigum við eftir að fá okkar húllum hæ. Þá kannski hittist þið bara kvenfélagskonur og gerið ykkur glaðan dag. Já. Því að við megum ekki gleyma því, að það þarf
að vera gaman að vera kvenfélagskona. Það á alltaf að vera gaman. Ég hef heyrt að ekki bara skildur. Nei, nákvæmlega. Ég hef heyrt að kvenfélagskonum sem dansa línudans sér til skemmtunar, þannig að það alls konar í gangi greinilega. Við gerum það nú ekki, kannski við byrjum á því. Það gæti verið. Er það ekki næsta skref bara? Jú. Takk kærlega fyrir að koma í föstudagsþáttinn og til hamingju með afmælið. Takk fyrir. Takk fyrir að bjóða okkur. Mín var ánægð. Við ætlum að enda þennan föstudagsþátt á lagi sem verður flutt í Hofi núna á sunnudaginn og það eru þær Þórhildur Örvarsdóttir og Helga Kvam sem ætla að flytja fyrir okkur frumsamið lag við ljóð Davíðs Stefánssonar í síðasta sinni. Takk fyrir að horfa, verið sæl, sjáumst að viku liðinni. So